Komið sæl, nú ætla ég aðeins að segja frá fílnum og fíllinn skrifað með upsrún í. Fræðinafn fílsins Fulmarius glacialis. Alþjóðaheitin eru ansi mörg, þau eru til dæmis fúlmár, fílingur, fílungi, fílungur, múkki, malamúkki, malimúkki, slatti, gráleikur. Unginn hann gengur líka undir ýmsum nöfnum, hann kallaður lági, dúnlági, grálági. Grálági notað einnig með lundarunga. Hánorrænt litaafbrigði af múkkanum eða fílnum nefnt smiðir eða kolapiltar, en bæði taðlági og remmulági geta átt við fílsunga sem og aðra þá sem eru dökkleitir. Flug fílsins. Það áberandi renniflug, stífir vængir, hæg, örugg vængjatök, svífur milli öldudala, notar uppstreymi við björg og fjöll, flugtakar strembið á sjó. Fíllinn prýðis sundfugl, en hann bröltir þegar hann gengur, svolítið stirðbrúsalegur á gangi. Allir náfrændur fílsins búa á suðurhveli, en fíllinn eða múkkinn, eins og hann nefndur á sjó, einn sinna tegundar á norðurhveli. Hánorrænt dökkt litaafbrigði nefnt kolapiltar sést hér við land, en þó í miklum minnihluta. Tegundin lýsist því sunnar sem dregur. Varpheimkynni fílsins eru frá ströndum Frakklands og norður undir heimskaut allt í kringum pól. Fíllinn annar okkar algengustu sjófugla, aðeins lundinn algengari. Hann auðþekkjanlegur á myndalegu pípunefi, þykkum hálsi og sviflugi. Mörgum finnst hann þó líkur máfum. Fílstofninn talinn vera á bilinu 2,5 til 4 milljónir para og verpir helmingu þeirra á Íslandi. Stofninn í örum vexti bæði hér við land og annars staðar. Talið hefur verið að fram til aldamótin 1700 hafi aðeins ein fílabyggð verið á Íslandi, í Grímsey. Þetta þó engan veginn víst. Hitt má álíta örugt að á 18. öld og fram á þannan dag hefur fuglinum fjölgað mjög, og nú svo til samfellt varp allt í kringum landið nema á sléttlendi, og einstakt varp 50 km frá sjó í emstrum Markarfljóts. Fíllinn stundar með sviflug og snilli hans felst í því að notfæra sér uppstreymi og vind. Á flugi kannar hann fæðumið, fylgist með maka og nágrönnum sínum. Einsamall hann prúður og þögull, en múkkinn mjög félagslyndur á vartíma og í æti. Á sjó hann oft í stórum hóp, en í samkeppni fiskúrgang fer prúlindi forgörðum. Hamslausi múkkar rífast þá með orðbragði sem aðeins hæfur á sjó, en múkkar sem éta svifdýr eru dreifðari, friðsamari og þöglir, þeir segja ekki múkk. Áður fyrr var fíllinn fyrst og fremst fisk og svifæta, en með því að hagnýta sér fæðu og fiskvinnsluúrgang hefur hann dafnað svo sem raun ber vitni. Hann gleypir jafnvel plast, perlur iðnaðarplast frá skipum sem hann heldur vera fæðu. Múkkinn þar með eins konar sorpeyðingarstöð, sumt af því sem hann lætur ofan í sig getur hins vegar orðið honum dýrkeypt. En með því að hirða úrgang sem annars mengar sjó og soðar úr strendur halda múkkar og mávar umhverfinu mun hreinna en ella. Fíllinn einkvænisfugl og hjúskapur hans ævilangur. Þó 5% skilnaðartíðni meðal fílahjóna og skilja þau frekar ef illa gengur. Hann helgar sér lítið varpsetur og álitið að það ásamt næmu lyktarskyni sameini maka og ný eftir fjarvistir. Varpsetri nær rétt út fyrir hreiðrið og varið af einurð. Fíllinn verpir oft í alltéttum byggðum og einnig meðal annarra fugla, svo sem rýtu. Hann heldur nágrönnum og óbeinum gestum í hæfilegri fjarlægð. En samt eru fílar ræðnir á hreiðri bæði við maka og þó sérlega við geldfugla sem setjast við jaður varpsetus.
Málfar fílsins er óheflað en fjölbreytt og öfumælega kallað söng. Fíll sem lendir á sillu gargar gegg. Í varpiðinni er hann ekki eins hávær en mjög ræðinn og heyra má fjölmarga samhljóða eins og G, H, K og R í kagg-hakk masinu. Kokk eða arg og æluhljóðin eru físisi. Erjur fílsins eru jafnan lítilfjörlegar, einstaka sinnum bíta mótherjar í vængjabörð eða nef hvors annars og velta fram að sillum. En átök eru sjaldgæf og flest deilumál eru leyst með ögrunum eins og flestir fuglar stunda. Nema hvað ögrunum fílsins fylgir oft grútaræla. Fílsungar eru sérlega inni við að spúa og foreldrar nálgast hreiður með mikilli varúð fyrstu dagana eftir að ungi kemur úr eggi og þekkir þá ekki. Fíllinn verpir aðeins einu eggi og útungunin er löng, makar skipta með sér verkum og annað þeirra að jafnaði við hreiðrið. Eftir varp fer kerlan venjulega frá innan sólarhrings en karlinn liggur á næstu vikuna. Unginn er stríðsalinn og kjarnmikilli fæðu sem hann sækir ofan í foreldri sem ælir henni upp. Þetta er melta og lýsi. Hann kvitnar og hreyfir sér lítið fyrst í stað, en verður sjálfbjarga það leyti sem hann er fleygur. Það jafnaði líðum 9 ár áður en varpskyldan kallar. Á þeim tíma fer hann vítt norðanvert Atlantshaf og nemur fluglist og fæðuöflun. Útungun á eggjum fílsins tekur frá 49 til 53 dögum, þar að segja eftir hann verpir. Fuglinn sjálfur, vængkaf hans er frá 100 og upp í 110 cm. Lengdin er 45 til 50 cm og þyngd hans er frá 610 og upp í 1000 grömm, eða með 1 kíló. Ævitími fílsins er 30 til 40 ár. Stofninn, hann er orðinn afar stór, alltaf 2 milljónir varppara. Fíllinn er friðaður frá 16. mars til 31. ágúst. Unginn er stríðalinn og kjarnmikilli fæðu sem hann sækir ofan í foreldri sem ælir henni upp. Þetta er melta og lýsi. Hann kvitnar